Já, gott kvöld og velkomin í Kastljósið á þessu laugardagskvöldi. Gestur minn í kvöld Ingibjörg Pálmadóttir, heilbrigðisráðherra, og vertu velkomin Ingibjörg. Við skulum rétt í upphafi víkja því að þú snérir aftur til vinnu eftir þitt fræga og margsýnda áfall núna á mánudaginn og ert búin að segja að þú hafi fengið hérna ákveðna viðvörun, þurfir að bregðast við henni. Segðu okkur aðeins hvernig ráðherra fer að því að draga úr vinnu, eða hvað það sem þú ætlar að gera? Heldur að þjóðin sé ekki orðið að hlusta á þetta veikindatali mér. Allavega ég var alveg hundlega á því, en þú spyr mig og ég verð að svara. Nú, ég bara hress. Ég fekk hérna aðrun, ég fekk gult spjald og auðvitað ráðherra, hún leggst nú ekkert alveg út af, heldur þarf bara að breyta sínum lífsháttum aðeins, gefa sér svolítinn tíma fyrir sjálfan sig og það mun ég gera. En þetta tekur bara sinn tíma og ég tók mér þarna frí í svona, eins og sumir taka sér skíðafrí, þá tók ég mér smá veikindafrí og sem sé ég bara kom til vinnu, frísk og fjörug. Já, ertu hefurðu var á þér með mikla vinnu núna? Já, ég nú bara búin að vinna í viku og nei, ég þarf þess ekki, ég bara þarf eins og ég segi að taka mér svona klukkutíma á dag og hugsa aðeins líf og tilveruna. Eru þær hugsanir öðruvísi núna heldur en þær voru? Í bili? Já. Já, það er það, eins og ég segi. Ég held að þetta hafi kannski, ég hef nú talað sjálf mjög mikið forvarnir og lagt mikla fjármuni í forvarnir í gegnum ríkisstjórnartíð mína. Og þetta var kannski svolítið forvörn vonandi fyrir fleiri en mig að menn hugsi aðeins sinn gang. Þú hlýtur að hugsa það eftir á, var þetta of mikil vinna? Var þetta þessi orrahríð sem hún stóðst í einhver utanaðkomandi áhrif þannig? Hvað heldur þú sjálf að hafi valdið þessu? Það var ekkert eitt. Ég var búin að ganga með háan blóðþrýsting í nokkuð langan tíma og það var orðinn mjög hár. Og það var það sem olli þessu og ég hefði bara átt að segja sjálfur mér að athuga það fyrr. Hjúkrunarfræðingurinn sjálfur? Já. Ég átti bara að athuga það fyrr og ekkert meir það að segja. Svo sem. Nei, einmitt. En þú ert á við góða heilsu núna og ert tekin til starfa á fullu og nýjan leik. Þú ert búin að vera mjög lengi heilbrigðisráðherra með það sem þekkist og frá allt frá árið 95, þetta er orðin 6 ár og farið í gegnum mikla orrahríð og verið mjög harkalega gagnrýnd í gegnum tíðina. Bæði af þínum andstæðingum á þingi og út í þjóðfélaginu, ekki síður gagnagrunnsmáli, kannski svona besta dæmið. Þú gagnrýndir sjálf fyrri stjórnvöld mjög harkalega þegar þú varst í stjórnarandstöðu. Hvernig hefur þessi gagnrýni komið við þig frá því þú tókst við ráðherraembættinu? Hefur þetta verið erfitt? Þetta hefur verið mikil vinna. Þetta hefur verið geysilega mikil vinna. En þegar maður lítur tilbaka að þá finnst mann kannski ekki svo erfitt. Maður lítur alltaf fram á veginn og ég hef haft alveg geysilegan áhuga fyrir þessu starfi. Og ég hef barist fyrir mörgum málum sem ég tel vera mikilvæg fyrir íslenskt þjóðfélag. En það sástu nú í Gallup-könnun áðan þó ég ætla ekki að þakka mér það að heilbrigðisþjónustan, hún er vel metin í íslensku þjóðfélagi. Við erum með mjög sterka og góða heilbrigðisþjónustu en það þarf geysilega mikið fjármagn til þess að halda upp í góðri heilbrigðisþjónustu. Hún er ekki dýr út af fyrir sig. Hún kostar samt mikla peninga og hún er alveg einstaklega góð. Og það er náttúrulega þannig að ég þarf að berjast innan ríkisstjórnar til að fá fjármagni. Hefur sá slagur verið erfiður? Og það er náttúrulega allir innan ríkisstjórnar að berjast í sínum málaflokkum og það sem ég er náttúrulega fjárfrekasta dæmið, tek næstum 40% af fjárlögum, að þá er það oft afskaplega strembið. En það hefur verið skilningur á málaflokknum. En þessi gagnrýni sem þú varst fyrir sérstaklega framan að fyrstu árin getur maður sagt og var nánast línulaus gagnrýni á þig fyrir framkomuðinn í fjölmiðlum að þú kvæðir ekki nógu skýrt á orði, talaðir út og suður og svo framvegis brostur og mikið, brostur og lítið og hvað þetta heitir allt saman. Þú hlýtur að tekið þetta nærri þér, eða hvað? Þegar ég brosti og lítið þá hringdu karlar minn í sveitina og sagði af hverju brostur Ingibjörg svona lítið núna eitthvað? Já, ég kunni nú enga fjölmiðlaframkomu og kann hann ekki einn. Ég sjálf eins og ég kem fyrir á kúnni. Og auðvitað var ég gagnrýnd mjög stíft. Og hver tekur það ekki nærri sér? Auðvitað gerði ég það og geri það. Ég og þú, við erum bara manneskjur. Alveg svo þér ríkt í bakið í dag. En það er samt að einbeita þér að þættinu. Já, svona er lífið. En hvað er það greiningamálið, allt það mál? Mjög gruggugt mál,
hluti af lagafrumvarpinu var sendur á faxi ofan úr fyrirtækinu sem fékk síðar einkaleyfi. Hefði þið ekki getað höndlað þetta svolítið betur? Við tókum okkur mjög langan tíma í þetta mál og ég held að ekkert mál hafi verið fjallið eins mikið í þjóðfélaginu og eins inn á Alþingi eins og þetta mál. Og þetta fékk mjög vandaða meðferð. Og hugsaði bara, ef að til dæmis vísindamenn á borð við Kára Stefánsson kæmu ekki til landsins, urðuverðandi skuld væri ekki komin með sína staðsetningu. Það alltaf gagnrýnt, það alltaf gagnrýna alla hluti, en við vildum samt ekki missa því að þessir sérfræðingar væru hér á landi. Og við þurfum að byggja umhverfi til þess að hafa starfsemi eins og íslenska erfðagreiningu. Auðvitað var það ekkert einfalt, en mér fannst það fullkomlega þess virði og ég alveg vissum að íslensk þjóðfélag á eftir að njóta þess í áratugi og kannski veröldin öll. Þetta bara hlutir sem enginn veit neitt og við vitum ekki hvað verður úr fyrirtækinu, við vitum ekki hvað verður úr svona gagnagrunni, eða minnst mjög lítið ennþá, það ekki komin stafur inn í hann ennþá. En það sem manni fannst skrítið í þessu máli var það að það virtist rekið ofan úr fyrirtækinu. Heilbrigðisráðuneytið var ekki á oddinum í málinu mjög lengi. Þetta ekki alveg rétt, hugmyndin kom frá Kára Stefánsson og ég hef aldrei sagt annað. Nei, ég átti alveg á því, ég ekki vænað það. En síðan þetta byggt upp inn í heilbrigðisráðuneytinu, ótal sérfræðingar sem koma að þessu og ef þú skoðar rekstrarleyfi, sem nú ekki smátt í sniðum, að þá sérðu nákvæmlega hvaða kröfur eru gerðar til þessa fyrirtækis. Það ekkert fyrirtæki í landinu sem gerðar aðra eins kröfur til. Og ég vona svo sannarlega við hefum ekki gert ofmikla kröfur til fyrirtækisins. En hvað með nú virðist vera sem að læknar og erfðagreining séu raun og veru að semja lagabreytingu, þar að segja að þeir ætla að auka rétt sjúklinga með því að það þurfi skriflegt, að vísu bara einu sinni, ætlað samþykki til þess að taka þátt í gagnagrunnum. Raun og veru ganga lengra heldur en lögin gengu. Ekki komið að því að þið og heilbrigðisráðuneytið ríkisstjórnin blandi sér í þetta mál? Þetta svolítið skrítið, fyrirtæki út í bæ og samtök viljast vera semja hluti sem alls ekki í lögunum. Rekstrarleyfi liggur fyrir, en auðvitað þurfa þeir að koma sér saman. Læknafélagið og íslensk erfðagreining og það eru þeir að koma sér saman en ég tel ekki að þurfa neina lagabreytingu til að þeir koma sér saman og mér finnst ekkert óeðlilegt þó þessi mikla umfjöllun sé þetta stóra mál en það eru þetta læknar sem standa að þessu líka varðandi íslenska erfðagreiningu þó það sé svona einhver stilleiki milli læknafélagsins. Það eru 100 læknar sem vinna með íslenskri erfðagreiningu og hafa geysilega mikla trú á þessu. Ertu enn þess fullviss og þú hefur áður verið að það sé ekki rétt að sjúklingar fái eða þurfi og geti fengið að veita samþykki sitt fyrir hverju og einni rannsókn sem þeir taka þátt í? Ég held að það sé mjög erfitt að koma því við. Þá þurfum að gera það allstaðar í þessu vísindasamfélagi. Þannig þú ert vissum að þetta sé rétt leið ennþá? Ég held að rekstrarleyfi sé það stíf að það fullnægi þessu. En það verður samt að semja milli þessara aðila til að þetta geti gengið eðlilega fyrir sig. Förum aðeins úr þessu máli og yfir í þinn ágæta flokk, Framsóknarflokkin, sem nú með miðstjórnarþing flokksþing heitir það víst eftir 2 vikur. Þar sem meðal annars verður kosin nýr varaformaður og stór undarlegt að flokkurinn búinn að vera án varaformanns, starfandi varaformanns núna í 15 mánuði. Já, ég ritari flokksins. Þú ert ritari flokksins vissulega, þú ert ekki varaformaður. Og ég starfað sem varaformaður. Já, einmitt. Og nú erum við að kjósa. Nú loksins. Já, og við ætlum að hafa okkur flokksþing framvegis í mars. Við höfum alltaf haft það í nóvember. En við telum rétt að hafa það framvegis í mars. Það svona nær kosningum bæði til sveitarstjórna og þings. Hvernig metur þú stöðu flokksins? Ég myndi segja að núna staðan mjög veik. Staða Framsóknarflokksins er þannig að við eigum að vera með 20-25% fylgi. Það er eðlilegt virki. Við erum langt frá því í dag og ég er ekki sátt við það. Nei. En það er svo einkennilegt að þegar að þjóðina spurði því hverju þið vilja hafa í ríkisstjórn, þá vilja alltaf hafa Framsóknarflokkinn í ríkisstjórn og flokkarnir sem eru á Alþingi vilja gjarnan vinna með okkur. Þannig að það segir nú sína sögu það. Til dæmis við erum með formann sem afar sterkur og traustur og hefur yfirleitt fengið mjög gott út úr skoðanakönnunum, eðlilega,
vegna þess að En þó dalandi núna. fólk treystir honum. Já. Það er kannski aðeins rokkandi, en yfirleitt mjög gott og hefur í gegnum árið verið afar sterkur leiðtogi og sterkur leiðtogi. Og nú erum við að fara að kjósa ritara og varaformann. Vissulega. Og veistu hvað, að ég er mest ánægð með. Það er hversu margir eru tilbúin að gefa kost á sig til þess að starfa. Já. Og það sýnir það að það er kraftur í þessu liði. Já, það viljast virtist á tímabili allir óbreyttir þingmenn ætla að gefa kost á sér í annað hvort af þessum embættum. En hvað segir það þér þegar við skoðum feril þessara ríkisstjórnar sem þið sitjið í með Sjálfstæðisflokknum að nánast öll erfiðustu málin, ég held að mér sé óhætt að fullyrða það, eru mál Framsóknarflokksins. Þið eru í vandræðum í virkjunarmálum, þið eru í vandræðum í stóriðjumálum, þið eru í vandræðum í umhverfismálunum, þið hafi verið í vandræðum í heilbrigðismálunum, þið hafi verið í vandræðum í bankamálunum og maður getur talið lengi. Er þetta vandræði? Já, minnst ástu mjög umdeilt mál, miklu umdeildari heldur en Sjálfstæðisflokkurinn hefur lent í. Það er svolítið annað að vera með umdeilt mál en vandræðamál. Heilbrigðismálin er ekki vandræðamál. Ég held að þetta sé svona orðalagsmunur hjá okkur. Já, sko við höfum verið með stórmál og við höfum verið að breyta ýmsu og við höfum verið að framkvæma. Og það er ekki, sko, ef allir eru nú sammála, þá verður maður eiginlega ekki að fara rétta leið. Það er nú eiginlega þannig. En auðvitað vildi ég gjarna að fólki meti það betur við okkur heldur en það gerir í dag. En af hverju gerir það ekki? Ég hef ekki svör við því, en ég segi það að Framsóknarflokkurinn á að vera í 20-25%. Það er eðlilegt með að við störf Framsóknarflokksins og það að fólk treystir okkur til erfiðra starfa. Ritari flokksins sem þú ert núna, sagði Hjálmar Árnason þegar hann bauð sig fram að væri mikilvægasta staðan í flokknum því hann ætti að sinna öllu innra flokksstarfinu, vera svona prímus mótor í því að rífa flokkin upp og reka áróður fyrir hann og svo framvegis. Nú myndi ég halda það fyrir núverandi ritara að þessi staða sem flokkurinn í væri þá táknum að hann hefði ekki staðið sín nákvæmlega þessum. Já, ég hef staðið mig sæmilega og auðvitað er þetta flokkurinn allur sem þarf að vinna saman. Og ég er alveg tilbúin að taka á mig gagnrýni í þessu eins og heilbrigðismálum. Og ég tel að við getum gert ennþá betur. Og ég er mjög ánægð að heyra það að það fólk sem er að bjóða sig fram núna, það er tilbúið að leggja á sig mikla vinnu. Ég hef líka lagt á mig mikla vinnu og ég er tilbúin að vinna með þessu fólki. Og ég hugsaði nú miklu um það. Öllum eða næstum öllum eins og einn frambjóðandi sagði? Öllum. Þetta eru samstarfsmenn mínir og þetta eru allt vini mín. Og það verður með þess að mjög erfitt að gera upp á milli þeirra hvernig maður á að kjósa. En ég treysti þessu fólki mjög vel. En verður ekki fóristand aldrei svona, hvað ég var að kalla það, þunglamaleg ef við setjum nú svo að Halldór verði formaður og Guðni standi þétt að baki honum? Ertu að tala svona viktina? Já, bæði. Já, allt eins. Ég tel að allir þeir sem hafa búið sér fram séu sterkir einstaklingar og við Framsóknarmenn getum verið bara full sátt með það. En ég vona að vera svolítið blanda konum og körlum og sterkum einstaklingum og það er alla líku til að það svo að verður. Já, við skulum aðeins tala meira um ríkisstjórnina og einmitt konur í Framsóknarflokknum, því þær eru nú margar á ráðherrastóli og þrjár og það sem að líka vekur athygli er það að kannski, getum við sagt, hvað hörðust gagnrýni hefur verið á þessar þrjár konur í þessari ríkisstjórn. Ég held ég mér sér svona nokkurn veginn óvægt að fullyrða það. Heldur þú, rekur eitthvað til þess að fólk að ástæðan sé sú að þið eru konur frekar en kallar, heldur að það geti verið? Ég hef aldrei viljað viðurkenna það. Ég trúi því ekki. En þú ert núna, þú átt kost á að viðurkenna það núna. Já, kost á því. Ég trúi því ekki. En hvað heldur í reynd? Já, heldur að fólk haldi þessi auðveldari fórnarlömb? Auðveldara gagnrýningur? Hörundsárari? Já, ég held að konur sé ekkert hörundsárari. Að þú setur til dæmis sem að setja inn í magasár og svona, þá er það mjög algengt hjá körlum vegna þess að þeir byrja þetta inn í sér. Við kannski erum opnari. Ég hugsa oft, allar konur, við erum náttúrulega ekki allar eins, eins og þú veist. Nei. En veistu það, ég hef oft reynt að greina þetta einmitt. Eru konur meðhandlar öðru sem karlmenn? Jú, ég verð að viðurkenna það að ég sé það stundum.
að það er eins og ekkert frekar karlmenn en kvenfólk haldi að þessi eitthvað auðveldari fórnarlöf. En auðvitað erum við bara eins misjafnar eins og við erum margar. Og það er svolítið nýtt í íslenskum stjórnmálum til þess að hafa 3 konur sem ráðherra og sýnir náttúrulega framsýni flokksins. En að því þú nefnir þetta eru fjölmörg dæmi, Sif tók nú mörg dæmi umfjöllun hana á einhverjum fundi þar sem henni var lýst sem stelpunni og klæðina henni var lýst og hvort hún var í rauðum skóm eða bláum og allt þetta, hvað finnst þér Veistu það, þegar ég byrjaði í pólitík, það er 20 ár síðan, þá byrjaði ég í bæjarstjórn á Akranesi og það voru svona ansi margir karlmenn við borðið, bæjarstjórnarborðið og margir búin að vera í mörg ár. Og það tók á svolítið tíma að trúa því að mér væri alvara. Og þú væri ekki bara þarna upp á punt? Já, ég ætlaði bara ekki að vera mjög stutt. Hefur þér einhvern tíma fundist þú vera upp á punt í ríkisstjórninni? Finnst þér það? Ég spyr þig. Getur þú ímyndað þér það að í þeim verkum sem ég hef verið að vinna í 6 ár að það hefur verið upp á punt? Og þú segir það, svo satt sem ég sit hér, að ég hef lagt mig alla fram vegna þess að ég tel þetta að vera langt mikilvægasta málflokki. Hann er mikilvægur fyrir hvern einstakling alveg frá vöggu til grafar. Ertu sátt við þann árangur sem þú náð? Ég er náttúrulega mjög ánægð með margt sem hefur náðst fram. Ýmislegt sem við höfum að gera í forvörnum. Hvað stærst? Mér finnst kannski vænst það sem við höfum að gera fyrir langveik börn. Bæði það sem við höfum að byggja upp, við höfum búin að byggja upp á Akureyri og höfum að byggja upp barnaspítali hér. Við höfum verið að bæta umönnunarbætur til foreldra langveikra barna og ýmislegt í þeim dúr. Það þykir mér kannski allra vænstum. Og veistu það, mér þykir líka svolítið vænstum gagnagrunni þó hann hafi verið svona erfið. Já, ég trúi því að alltaf gaman að koma erfiðum málum í höfn trúi. En langveik börn, við skulum að örstutt bara vegna þess að þú segir að þú sé stolt af því. Það komið ljós í svona könnun eða skoðun sem að einmitt aðstandendur þeirra gerðu á högum foreldra langveikra barna á Norðurlöndunum að við stöndum nú ekki sérdeilis vel. Sko, við erum búin að bæta marga hluti. Þá orða ég það nú mjög mildilega. Já, við erum búin að bæta, ég vildi einmitt þú kæmir að þessu. Því að við erum búin að bæta marga hluti mjög vel. En það sem við erum að gera, það er samtíð við vinnumarkaðinn. Að fólk getur fengið lengra leyfi á launum þegar barn er að verða byggt. Og þar verður ríkið að koma á móts við atvinnureksturinn. Og þetta verður að gerast í samningum. Og við erum svona aðeins fæst til betra horfs í þessu. En allur aðbúnaður er að gjörbreytast og allur skilningur. Þannig að og að þessu vil ég halda áfram að vinna. Já, einmitt. Og gott og göfugt málefni ekki, skal maður gera lítið úr því og það er annað gott og göfugt málefni sem að er í hámæli í dag og það er söfnun Krabbameinsfélagsins og hér á eftir þá hefst hér heilmikill þáttur þar sem að þetta verður mikill söfnun þáttur, heitir þetta víst. Ertu búin að gefa eitthvað? Ég ætla að gefa. Þú ætlar að gefa? Já, það ætla ég að gera. Og mér finnst að sko, leið og að gefa í þessu söfnun, að þá erum við að leggja í okkar eigin sparbögg. Krabbameinsfélagið er 50 ára gamalt og er geysilega mikið og merkilegt starf. Og krabbameinsleit á Íslandi er einstök í heiminum. Ríkið kemur auðvitað að því með fjármunum, en Krabbameinsfélagið sér það. Þegar þú heyrir orðið krabbamein, að þá sér þau svona fyrir þig myrkur. En þegar þú heyrir Krabbameinsfélagi, þá kemur svona aftur ljós. Vegna þess að við hefum náð þar til dæmis geysilegum árangri. Geysilegum árangri, bæði vegna leitarstarfsins og vegna meðferðarinnar. Og meðferðin á Íslandi, við erum í fremsta flokki og þegar við komum til dæmis erlendis á ráðstefnu, þá erum við öfunduð af því hvað íslenska þjóðin stendur sig vel, hvað þetta varðar. En það má gera betur og þess vegna er þessi söfnun í gangi. Því að eftir því sem við getum læknað fleiri, þá þurfum við líka meiri endurhæfingu og svo framvegis og svo þurfum við meiri forvarnir. Og að því við erum að tala um forvarnir og að því þú lætist þetta eins og ekki það nú gengi. Þannig að segja það. Það er ekki rétt að ég læt ekki þannig. En ég læt þannig. En til dæmis Krabbameinsfélag og tóbaksvarnanefnd hefur unnið mikið saman í áratugi. 1985 þá reyktu 40% þjóðarinnar sem er nú mikill krabbameinsvaldur, tóbaki. En í dag er þetta 25%. Þannig að þetta er náttúrulega geysilega mikill árangur. En það er náttúrulega sífellt meira og meir og forvarnirnar er það sem skiptir mestu máli í þessu sem og svo mörgu öðru.
Gott og vel, þá verðum við að láta þetta verða lokaorðin, Ingibjörg. Ég þakka þér kærlega fyrir komuna, vona þér farnir sem best, bæði. Sömuleiðis. It has its own U.S. government patent. The app slide is the first major fitness breakthrough small enough to... 42 days, 16 people, 1 survivor.